Góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Pétur Axelsson heiti ég. Sumir hafa titlað mig sem hinn íslenska Alex Jones og við séum nú með svolítið ólíkan boðskap og svolítið ólíkar hugsanir. En skál fyrir kaffinu. Klukkan er 10 mínútur í 12 og þetta er simultaneous sip að hætti Scott Adams. En ég blæs til þessa fréttamannafundar núna. Eða rantmóts, eða hvað við viljum kalla þetta. Það er nú reyndar heimurinn kominn á það stig að við þurfum að skýrgreina hlutina rétt. Annars getum við verið bönnuð frá samfélaginu. Við getum fengið farið á no-fly lista. Við getum verið flokkuð sem hryðjuverkamenn bara fyrir það að efast lygar hinna ríkjandi afla. Og það er mjög alvarlegt mál. En það sem hefur gerst undanfarna daga er að Alex Jones og Infowars hafa verið bönnuð þegar rásirnar hans hafa allar verið teknar niður á YouTube. Það er búið að loka á hann á Facebook og Apple og Spotify. Og allt að verða brjálað í kringum það. Og þetta er í raun margflókið mál. Þetta hefur verið á fæðingardeildinni svolítið lengi. Og það er sagt að ástæður þess að loka var á hann að já, við skulum bara byrja að lesa statement frá manninum sjálfum og frá honum syndaranum sjálfum, honum Alex Jones. Hér er statement. Ég skal bara hraðþýða fyrir þá sem er ekki sleipir í ensku. Evrópubandalagið er nú þegar að sekta Google og aðra ef að þeir byrja ekki ritskoðanir strax á því sem þeir kalla hate speech eða falska fréttir. Þetta er statement frá Alex Jones. Í raun þarf ég ekkert að fara mikið lengra en þetta í bili. Sko, hugtakið hate speech er trúarlegt hugtak. Það hefur í raun ekkert að gera með raunveruleikann. Og í raun er hate speech sama fyrirbærið og guðlast. Það þýðir sem sagt að ef að þú fletta upp fyrirbærinu guðlast. Guðlast er
Orðabók. Guðlast er hugtak líka. Sko, guðlasti. Guðlast er þegar einhver heldur fram trú. Það er einhver sem trúir á Guð, einhvern Guð. Að ef að þú talar illa um þann Guð og þá heitir það guðlast og það ber að refsa þér fyrir það að tala illa um Guð. Hérna er hin enska þýðing, guðlast, sem er sérst blasphemy á ensku. Act of insulting or showing contempt or lack of reverence for a religious deity or sacred person or thing. Sem sagt gerðin að móðga eða sýna fyrirlitningu eða skort á reverence. Að for a religious deity, þess fyrir trúarlegu fyrir trúarhugtökum, deity, eða heilari persónu eða hlut. Og nú væri reyndar spennandi að sjá hvað hinn heilaga Black Law segir um blasphemy. Og bara taka kópi hérna. Paste aftur. Blasphemy, Black Law. Blasphemy law-in, já. Ok, ég finn ekki Black Law. Já, reynda bókina. Veit ekki hvað hún er. Þetta er mjög gamalt hugtak og haturssegð eða or hate speech er einfaldlega útgáfa af guðlast fyrirbærinu. Þess vegna var til dæmis á Íslandi þar voru tekin út orðið guðlast úr lagasafninu og
skúbbað þar inn í staðinn var skúbbað þar inn haturssagðar hlutinn af lögunum. Og það í raun mjög merkilegt sögulegt fyrirbæri að við núna á þessum síðustu og verstu tímum séum í raun komið með nýja tegund af guðlastarlögum. Og kannski stilla þetta þannig ég sjái ef þið eru að kommenta. Nú sé ég kommentin frá okkur. Og smá delay í kerfinu. Þetta nú ekkert undirbúið, þetta bara svona hoppa beint í beina útsendingu. Þið sjáu það náttúrulega á formatinu. En stórasta fréttin að Infowars og Alex Jones hafa verið bannfærðir frá miðlum eins og Apple, Facebook, Spotify og YouTube vegna guðlasts. Það raun rétta formið á þessum fréttum. Og að fólkið sem að fer fremst í þessari iðju, haturssagð, fölskum fréttum. Já, hann líka sakaður falskar fréttir. Að fólkið og fjölmiðlarnir sem fara fremst í þeirri iðju fólkið sem að saka Alex Jones sömu iðju. Hins vegar tjón frá öðrum aðilum margfalt meira frá þessu liði sem við köllum fjölmiðlunar. Og þar með talin íslensku fjölmiðlunar allar. RÚV, Vísir, Morgunblaðið. Allar þessar fjölmiðlur og nánast allar fjölmiðlur landsins sekar haturssagð gagnvart fólki eins og Saddam Hussein, Gaddafi, sem að leiddi til að þeir voru myrtir og hundruður þúsunda ef ekki milljónir manna myrtir í leiðinni. Þannig að þetta hræsnispakk hefur engar áhyggjur af því. Þeir hafa bara áhyggjur af því þegar einhver kemur og kallar út bullshitin sem þau eru að stunda. Hérna sjáum við íslenskan fjölmiðil, vísir.is, sem að shadowbannar öll kommentin mín til dæmis og ritskoðar mig eins og Engis í Morgundagurinn. Þeir synja mér alls konar athygli og fyrir utan Harmageddon bræðuna að þeir stunda massíva ritskoðun gegn Pétri Axelsinni til dæmis. Og hérna sjáið þið
þetta kalla þeir fréttamennsku. Þetta eiga að vera ekki falskar fréttir. En þið sjáið bara strax á þessu skjáskoti, skjáskot, að það er verið að segja sögu með þessari mynd. Ekki það að ég sé sammála Alex Jones um allt, skilurðu, ég er ekkert að segja það. Og en þetta er ákveðin áróður starfsemi. Þegar þú birtir manneskju í þessu formi, þá í raun ertu að hatast út í hana. Þú ert að sýna manneskju í fönki ljósi. Og það er greinilegt að þessi Kristín Ólafsdóttir hér hatar Alex Jones af því að hún vill sýna hann í annarlegu ljósi. Ef ég nota sömu ruglfræðin og þetta liðir allt saman með hausinn upp í afturendanum á. Samfélagsmiðillinn Facebook Facebook, YouTube, Apple og Spotify hafa fjarlægt allt sem tengist Alex Jones, persónunni Alex Jones. Þetta er persónuleg árás. Þetta er ekki árás á fyrirtækið eða corporated Infowars. Af því að þeir hafa til dæmis ekki tekið niður fréttaþátt Davíð Knight. Hann er svona aðeins mýkri og fer svona fínni í hlutina. Þannig að þetta er persónuleg árás gegn manneskjunni eða karakternum Alex Jones. Ég er nú ekki einu sinni viss að hann heiti Alex Jones, ég er nú með alls konar kenningar um kallinn. Ég held að þetta sé leikari sem að lék Bill Hicks á sínu tíma og leikur núna hlutverk Alex Jones. Að endurtekinna brota á reglum miðilsins. Þessar reglur hafa verið mjög fljótandi og eru mjög óljósar. Til dæmis hefur Alex Jones ekki fengið neinar upplýsingar um nákvæmlega hvað það er sem það hefur brotið reglum miðilsins. Hann hefur ekki fengið þetta vídeó, mínúta 3-6, þá brjóstu þessa. Það er ekkert svoleiðis, sko. Og þetta sviðsetta psyop með Sandy Hook, það er greinilega eitthvað sem að heldur áfram að ávaxta sig. Sko, samsæriskenningar, til dæmis. Orðið samsæriskenning er orð sem að CIA fann upp. Og var notað conspiracy document. Þetta samsæriskenning, orðið samsæriskenning er tilbúið hugtak og orð sem var sett saman af CIA og það hefur verið declassified hér. Og þar er einfaldlega verið að tala um það að það fer inn einhverja vestna síðu hérna. Það er að stækka þetta fyrir ykkur. Og þar er einfaldlega búin til þetta hugtak samsæriskenning. Þannig að það er alls staðar verið að tala um trúarleg hugtök. Countering criticism of Warren Report. Þessi aðgerð secret
Já, það er ekki SIG. Þetta þýðir Psychological Warfare. Það þýðir sem sagt sálfræði hernaðar. Og það sem að þeir hafa áhyggjur af er að frá því að president Kennedy var myrtur og þá hafi verið spekulasjónir að hver er ábyrgur fyrir morðinu. Og þetta er sem sagt að fullu opinberað 1996. Og þetta trend af skoðunum er áhyggjuefni, segja þær hér. Og including our organization sem er CIA. Og hérna er þetta er 67. Destroy when no longer needed. Veist. Action. We do not. Þannig að hér er einfaldlega skjalfest sönnun á því að stjórnvöld, bandarísk í þessu tilfelli, hafi fundið upp heilt orð sem heitir samsæriskenningar og samsæriskenningasmiðir til þess að eyða umræðum umdeilda skýrslu Warren Report sem að greinilega bara við skoðun stenst einmitt enga skoðun. Þannig að þetta orð hérna, samsæriskenningar, er áróðursfrasi búin til af CIA. Foreldrar fórnalamba, það er engin sönnun fyrir þessu. Það er það sem hefur verið gagnrýnt við þennan Sandy Hook atburð. Árásarinnar. Það er engin sönnun fyrir þessari árás. Það er gagnrýnin. Gagnrýnin er að fólk hefur verið að leita og biðja eins og í Warren Report, þá var verið að segja fólki hluti sem gátu einfaldlega ekki staðist. Það var verið að segja fólki hluti sem að augun bara sögðu þér að þetta bara getur ekki verið rétt. Og það sáu allir og nánast allir sem höfðu heilasellu en þá virka að Warren Report var þöggunarskýrsla. Og viðbrögð stjórnvalda voru ekki að ræða og þið sjáu hérna í niðurstöðum þeirra og pælingum er að bara kalla alla sem eru með einhverja hugmyndir að þetta standist ekki í skoðun, að kalla þá bara samsæriskenningasmiði eða geðveika eða eitthvað svona sko. Þannig að bara hérna í fyrirsögninni þá sjáu þið að það bara megnið af þessum staðhæfingum eru bara trú og það bara trúa þessu. Og þetta trúa að hafa verið fórnarlömb, þetta trúa því að þetta séu foreldrar einhverja fórnarlamba, og þetta trúa að hafa verið árás og þú þarft að samþykkja þetta séu bara samsæriskenningar. Þó að ég sé búin að sýna þér að CIA hafi áður notað ósmekklegar aðferðir til að þagga niður í fólki sem efast það sem verið að segja þeim. Og við erum bara núna í fyrirsögninni sko. Ég er ekki einu sinni farin að lesa greinina. Og ef við tölum fjölmiðlunar, þá er eitthvað sem heitir Operation Mockingbird. CIA documents. Það er bara viðurkennd aðgerð sem er búið að
Ok. Vona að þetta sé rétta skjalið. Maður lendir oft á einhverjum furðulegum síðum þegar maður er að leita að einhverju. Allavega, þið getið, ég ætla ekki að fara yfir þetta akkurat hér og nú, en þið getið farið yfir Operation Mockingbird sem var sem sagt Operation Mockingbird er þar sem að já, hérna er Wikipedia, reyndar er það svolítið ritskoð. Operation Mockingbird var risa aðgerð í Bandaríkjunum að manipulera, þess að sagt að hafa áhrif á fréttir og áróður og eftir þá skoðun kemur í ljós að þeir voru nánast með yfirráð yfir öllum fjölmiðlum Bandaríkjanna og CIA er ekki innanlands, það er FBI sem að sér innanlandsmálin. Þannig að getur ímyndað ykkur hvernig CIA breyti sér á erlendum vettvangi, eins og Íslandi og fleiri slíkum stöðum. En þetta er einfaldlega viðurkennd staðreynd að Operation Mockingbird var framkvæmt til þess að leyniþjónusturnar gætu einfaldlega stýrt fjölmiðlum. Og ef ég hoppa aftur yfir þessa frétt hérna, þá er ljóst að Facebook og YouTube, sem er ekki komið fram hérna, getur verið hérna, það er ljóst að Facebook og YouTube var stofnað og grunnfjármagnað af DARPA og CIA. Og hérna, ég þekki ekki Apple og Spotify, nema Apple eru mjög hlynntir því að vera með þrælabúðir í Kína. Það er borga þar fólki bara smáaura, svipað og fangar fá greitt í Bandaríkjunum. Þannig að Apple er mjög hlynnt alls konar þrælahaldi og alls konar furðulegum fyrirbærum sem þeir eru upp fyrir haus í. YouTube er náttúrulega í eigu Alphabet eða Google samsteypunar. Og YouTube til dæmis tapar alveg svakalega mikið af peningum. YouTube er ekki arðbær business og ekki Google heldur eða Alphabet. Sama má segja Facebook. Það sem að þessi fyrirtæki lifa á er að selja upplýsingar og alls konar psychological starfsemi til CIA og MIC, Military Industrial Complex. Þannig að þess vegna hef ég kenningar það að þetta sé, þessi lokun núna á Alex Jones sé raun psyop. Að hann er leikarinn sem leik Bill Hicks og leikur núna Alex Jones, hann er í vinnu fyrir MIC eða Pentagon. Og í raun er mjög merkilegt að þessi 4 fyrirtæki sem eiga að vera sjálfstætt starfandi fyrirtæki skuli öll á 12 tímum ákveða að loka einstaklingin Alex Jones úti. Og ástæðan fyrir því að ég held að þetta sé skipulögð aðgerð er að það náttúrulega styttist í einhverja kosningar hann í Bandaríkjunum. Og við vitum það að það búið verið að rannsaka collusion eða það búið verið að rannsaka kosningasvindl Rússa út alla trissur hann í Bandaríkjunum. En það raun þessi fyrirtæki hérna, sérstaklega Facebook, YouTube og Twitter. Twitter kemur ekki fram í það, en Twitter hendur honum út líka held ég.
og sko, uh, þetta má eiginlega meira að segja fella undir afskipti á kosningum. Að þetta eru innanlands afskipti af kosningum. Það held ég sé alveg ljóst. En Sandy Hook atburðinn þá hafa gríðarlega, sko, eins og ég segi, það er ekkert sannað. Þú verður bara að trúa, annaðhvort trúir eða trúir ekki. Gefðu mér eitt kraftaverk eða eina lygi og ég sanna fyrir þér restina. Ég til dæmis trúi ekki á sögurnar Sandy Hook. Ég trúi ekki að þessir atburðir í Sandy Hook grunnskólanum hafi gerst eins og okkur er sagt að þeir hafi gerst. Og til dæmis vekur það undrun mína að það vekur undrun mína að þessi drengur hér sem að fjallað er hérna hafi líka dáið í Pakistan. Það finnst mér mjög undarlegt atvik. Og það er líka mjög undarlegt atvik þar sem að faðirinn var hreinlega hlæjandi á hann að fór í myndavél. Þið munið eftir þessum atriðum. Hérna eru, sko, nú ætla ég að tala út frá þessum thesis að þetta hafi verið sviðsett hoax. Og ég hef þegar sýnt ykkur sannanir fyrir því að það er ekkert óalgengt að CIA og DARPA og MIC, Military Industrial Complex, sé með furðulegar aðgerðir til þess að stýra áliti þjóða eða fólks í heiminum. Að ef ég tala út frá þessum thesis að þetta hafi verið hoax, þetta hafi verið sviðsettur atburður, þá eru þessi tveir einstaklingar hér, pappin og mamman, burt séð frá hvað er staðreind eða raunveruleiki, ég hef ekki rannsóknaraðstöðu til að rannsaka það. Ég er einfaldlega að lýsa trúarafstöðu minni. Ég trú ekki því sem verið að segja mér hérna. Og ef ég tala út frá þessum thesis er kenning, ef ég tala út frá þessum kenningum að þetta hafi verið sviðsettur atburður og hoax í pólitískum tilgangi og hernaðarlegum tilgangi meira að segja, þá eru þessir tveir einstaklingar kræsisleikarar sem fá greitt fyrir að leika í svona atburðum. Og crisis actor er alveg þekkt fyrirbæri og það er fullt af fyrirtækjum sem bjóða þá þjónustu að bjóða þjónustu kræsisleikara. Og crisis, það er mikið auglýst á Craigslist og það fóru ákveðnir aðilar að fyrirtæki sér. Eitt fyrirtæki sem býður Crisis Cast. Þessir bjóða þjónustu og þú getur fengið planning, strategy, result og hérna sérðu viðskiptavinnuna, sko. Að og þetta eru svona ákveðna staðreyndir sem vert er að hafa í huga. En ef að við tölum út frá þeirri kenningu
að þessi 2 einstaklingar séu leikarar, þá fer maður að skoða hegðun þessa fólks. Þetta er gaurinn sem var skælhlæjandi í myndavél rétt áður en hann fór í ég get bara sýnt ykkur mynd af honum væntanlega. Að já, nú finnur maður ekkert sko. Og það er annað sem að vekur athygli, það er alveg gríðarlega mikil ritskoðun hérna á Google einmitt, maður finnur ekki neitt um þetta. En ókei, ef að ég geng út frá þeim kenningum að þetta fólk sé kræsisleikarar, þá heldur það náttúrulega áfram leikarastörfunum þótt að það sé kallað út hérna sem kræsisleikarar. Og hér er hrein lygi. Það hefur enginn ég meina þetta er ekkert í neinu samhengi við Alex Jones. Alex Jones hefur aldrei hótað þeim lífláti eða þetta er bara svona mjög þokukenndar ásakanir sem að myndu til dæmis aldrei standast fyrir neinum dómstólum eða neitt slíkt sko. Það getur meira að segja verið að CIA leikarar séu að leika aðsúg að þeim. Ég sá til dæmis ég hef séð kræsisleikara leggja aðra kræsisleikara í einelti fyrir myndavélina sko. Fjölskyldur okkar eru í hættu. Þetta bara meikar ekkert sens, ekki í neinu samhengi. Fjölskyldur okkar eru í hættu og það er bein afleiðing þegar 100.000 sem sjá og trúa lygunum og hatturism orðaðinni sem þú hefur ákveðið að vernda. Þetta bara og þetta birtir vísir sjá þig. Bara umhugsunarlaust og gagnrýnislaust. Þetta stenst enga skoðun. Sko þetta er akkúrat hlutverk kræsisleikara. Það er að halda áfram með málin í pólitískum tilgangi. Þetta svona í mínum huga er ekki alveg eðlileg ég meina fólki þarna í Sandy-Hook sem átti að hafa tapað börnum sínum fór bara beint í svona áróðursherferða eða rótsjó sko. Voru bara í rútum alla Bandaríkin og voru að boða einhvern boðskap sko. Og þetta er tilfinningahlaðið orð, viðbjóðslegar. Í raun er það viðbjóðslegt ef það er satt að þessi atburður hafi verið sviðsettur. Það er raun alveg viðbjóðslegt. Þetta stenst enga skoðun af því að þessi fyrirtæki hafa leyft afhöfðunarvídeóin af Donald Trump og bara áróður beinn áróður það að drepa Donald Trump hefur fengið að lifa á þessum Facebook og þessum fjölmiðlum. Þannig að þetta er bara lási fyrirsláttur fyrir pólitískum hreinsunum. Og tröll herja á fórnarlamb skotaranna sem ég
Þetta eru bara ætti að falla undir trúarbragðafræði og, það sem að fjölmiðlarnir greinilega eru að stunda er áróður. Sjáum hvort að Screw You sé eitthvað að fjalla um þetta. Sko uh, í raun ættu fjölmiðlarnir aðeins að skoða hvernig þeir eins og til dæmis bara með uppstillinguna á þessari mynd. Þeir taka reglulega fyrir eitthvað fólk og bara leggja það í haturseinelti, sko. Þeir fjalla ekki einu sinni um þetta á RÚV eða hvað. Spurning hvort það sé meðmæli eða andmæli með miðlinum, ég veit það ekki. Hérna, já, bíddu. Já, bíddu, hérna er einhver að tjá sig við mig. Já, hérna er að koma inn einhver komment. Takk fyrir það. Ókei. Leitum hérna bara En, ókei. Þetta er ókei. Skoðum þetta hérna. Það sem að var að gerast í þessu máli hérna, sem að sýnir ruglið í þessum málum. Þessir foreldrar höfðuðu meiðyrðamál gegn Alex Jones. Út af einhverju sem hann sagði 2012. Hérna, eitthvað sem hann átti að hafa sagt fyrir mörgum árum. Og í Bandaríkjunum eru lögin þannig að ef einhver segir eitthvað sem þú vilt lögsækja þá fyrir, þá hefur ár til þess. Þú hefur nákvæmlega 1 ár til þess að lögsækja. Og ef að þú lögsækir ekki innan ársins þá fyrnist málið. Og þessir kræsisleikara sem að flokka sig sem foreldra á einhverjum ímynduðum börnum, þeir ákveða að fara í meiðyrðamál við og lögsækja Alex Jones. Sjáðu þetta hvað þau hentar vel fyrir fyrirsagnir, svona fyrirsagna vitleysa. Nú, Alex Jones náttúrulega bara svara fyrir sig og ræður sér lögfræðing og lögfræðingur segir þetta mál er fyrnt og hérna er reikningur fyrir málskostnaðinum. Þá byrjuðu foreldrarnir að væla undan því að Alex Jones var að ráðast á þau með einhver, veist, bara þannig að málið er ónýtt frá upphafi, sko. Og þegar þau tapa málinu þá byrja þau bara að væla, sko. Alex Jones er núna svo vondur við þau. Þannig að nei, það er ekkert meira um hann, kallinn. Það er bara ein grein um hann hérna. Og að pröfa Infowars. Og pröfa Frelsi TV. Hey.
Þvílíkur skítamiðill. Ekkert í gangi hérna maður. Eða er þetta ágætismiðill? Það er ekki með í þessu rugli. En hm, það var ekkert hann hérna. En Infowars eða hvað er Infowars hér? Bíddu nú við, afneita helförinni, já, það er eitt annað. Það er eitt trúaratriði líka. Þið sjáið sko, náttúrulega þið sem hafið hlustað á mig í einhvern tíma, ég þarf náttúrulega ekki að útskýra þessa fræði fyrir ykkur en aldrei er góð vísa of oft kveðin eða eitthvað svoleiðis. Að þetta er náttúrulega svo mikið rugl sko. Þetta er eins og með alla þessa transgender allt þetta transgender dæmi sko, að sko, þú ert með karl og konu og geðveiki sko. Þannig til dæmis sé ég hlutina sko. Að þú veist, konu sem er kona og karl sem er karl og allt annað fyrir mér er bara sturlun sko. Það er bara en ef að ég vil ekki trúa því þá er ég sakaður haturssagn og að alls konar hlutir eiga að fara að gerast fyrir mig þá bara loka á mig rásum og deplatforma mig og raskella mig opinberlega eða eitthvað, ég veist það bara fólk sem krefst þess að eitthvað gerist fyrir mig af því að ég bara, veist, ég nenni ekki að trúa á þessari vitleysu sko. Og í raun er þetta svo það sem er að opinbera sig núna er svo mikil heimska, svo djúp heimska. Til dæmis ég hef aldrei stutt að það sé lokað á neinn að tjá sig, aldrei, ekki neitt. Saman hversu ósammála þeim er en hins vegar sko þetta er allt saman spurning tímafasa. Til dæmis þeir sem eru í þessum ruglgrensum sko, sem er að tala hluti sem er ekkert í tengslum við raunveruleikann og eru með alls konar fyrir sko 30 árum eða 50 árum þá er þetta allt sem að verið bannað sko. Þannig að það sem er að nýtast þessum hópum sem eru háværastir í dag var þeim var bannað að tala fyrir x mörgum árum og það sem ég hef oft gagnrýnt til dæmis sagan síónistan er svo að þar hafi hinir ofsóttu flutt úr Evrópu og fundið sér samastaði í Mið-Austurlöndum hinir ofsóttu og þá byrja þeir strax að ofsækja alla í kringu sig þar. Þannig að þeir sem voru að brjótast út úr guðlast, þeir máttu ekki tjá sig út af guðlasti og voru að berjast við einhverja vindmyllur einhvers trúarkerfis sem var, þeir eru strax farnir að gera það sama. Og það er í raun næstu í grunnskýrgreining á heimsku er að endurtaka mistök aldanna aftur og aftur. Þess vegna er viska það að geta, sko, þú tvær leiðir til að læra. Önnur er að læra af eigin reynslu
gera mistökin og vonandi læra af þeim, sumir læra náttúrlega aldrei af þeim. En hin aðferðin er að læra af öðrum sem hafa gert sömu mistök. Og þess vegna til dæmis grúska ég mikið í alls konar trúarritum og heimspekipælingum og bara sögum af níuföldum keisarans og í alls konar ævintýrum eru svona gullmólar viskunnar sem hafa fæðst fram af reynslu aldanna. Og það sem að þetta fyrirbæri sem er núna í gangi er að opinbera er að þetta fyrirbæri hefur enga visku en er uppblásið af eigin heimsku. Og þetta er í raun alveg þetta er alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu í beinni. En hins vegar verð ég aðeins að vara við að þetta er hugsanlega Alex Jones er náttúrulega bara í vinnunni að leika hlutverk og að þetta er mögulega hluti af stærra psyopi. Ég var nú að tala við konunni í morgun og ég sagði ef ég væri Trump eða forseti Bandaríkjanna þá hefði ég sendt bara herinn strax að yfirtaka þessi fyrirtæki bara með morgunkaffinu bara á grundvelli national security. Nei, ég er á móti her og ábeldi og því líku. Þetta var nú svona grín. En hins vegar er ljóst að þessi glæpakapall sem að nú hefur verið kallað globalistarnir eða neocons og NATO-ið og þetta sem ég hef kallast NATO og Co sem er svona glæpamafía sem var rekur seðlabankana og er svona elitu mafíu fyrirbæri að það er allt saman að hrynja og það sem er svolítið merkilegt er að úr Evrópu virðist vera mestu kröfunar alls konar ritskoðun og bara ofbeldis aðgerðir gegn þeim sem að tjá sig að þeir trú ekki lyga þvælinu sem stjórnvöld er að matareiða ofan í fólk og dæmi það er að það eru þúsundir manna sem að hafa setja í fangelsum út af sögunni helförina og yfirleitt til þess að ég falli fyrir hlutum eða ég leita yfirleitt að sönnunum inn í sögunni sjálfri inn í lygasögunni sem verið að segja mér. Ég fer, þeir sem hafa fylgst með mér, ég fer nánast aldrei út fyrir söguna sem verið að segja mér. Ekki mikið allavega. Sýn ykkur hérna smá hljóðbrot eða myndbrot það sem ég kalla til dæmis fake news. Takk ég eftir þessum gaur hérna og þetta er það fyrsta sem að Google sýnir mér á YouTube, sjáðu. Þeir byrja vídeóið hérna, sjáðu.
Hérna byrjar vídeóið. Og það við segjum bara Robbie. Finna. Sjáðu. Hérna sjáum við hann í þessu viðtali. Sjáðu. Sjáðu. Hérna byrjar CNN, sjáðu. Þeir sýna ykkur ekki þetta hérna. Þetta þessi maður sem að sjáðu. Þetta maður sem á að hafa verið bara rétt að komast að því að 6 ára sonur hans hafi verið að deyja. Sjáðu. Þannig að það ekki eins og það sem ég hef verið að segja og fleiri sem að erum núna sakaðir haturshegðun. Og YouTube til dæmis farið að loka á mig einhverjum 4-5 ára YouTube. Þeir lokuðu á mig, sko þeir greinilega bara leita að hoax, eða stendur hoax einhvers staðar, þá voru þeir greinilega farnir að leita bara að því markvisst og lokuðu einu vídeó hjá mér á ensku, Scandinavian Report. Þannig að það ekki eins og ég hafi ekki orðið fyrir barðinu á þeim, sko. Og ég hef aldrei sagst verið með fréttir eða, þú veist. Þannig að það ekki allir vitlaus en einn, sko. Og það þessi síóníski glóbalista, umhverfisvernda, Sameinuðu þjóða, NATO, Evrópubandalags drullu kaka sem að boða ákveðna trú. Þú verður að trúa þessu öllu, þú verður að trúa á global warming, það engar sannanir fyrir því. Það meira sem margir sem að tala það vísindamenn að það sé meira líkur á að það kólni heldur en að hitni. Og það í sjálfum sér enginn að skoða þetta, það sem við köllum chemtrail, það sem við erum að spreða nano-álögnum og baríumögnum út í ofan á yfirborð ethersins, sem að þýðir að það hitnar allt saman undir því. Og það eru yfirgnefandi líkur á þessi skógareldar sem hafa verið að gerast núna séu hluti af laseríkveikjum. Og það gríðarlega mikið af einkennilegum brunum þar sem að bílar og hús eru brunnin til grunna en trén allt í kring eru bara heil og sagt að þetta eru skógareldar. Nei. Þannig að það alveg fullt af stöffi í gangi. Og það sem að þetta fólk virðist flest trúa náttúrulega mjög einkennilegt, byrjulega óvinn.
Hvað heitir hún? Candice. Já, Candice Owen. Sýningu það líka. Þetta er svona ákveðin sönnun fyrir hræsninni. Candice Owen gerði hérna kópíu af tvíti sem að nýráðinn ritstjóri New York Times framkvæmdi og hérna skipti hún út orðunum Jewish fyrir hvíta. Og hérna, bíddu nú, vantar hérna upphaflega tvítið. Og hún sem sagt skipti það sem þessi kelling var að tala hvíta. Pröfum að leita hérna þess að betri. Þetta snýst eiginlega ekkert orðið heilbrigða skynsemi eða neitt slíkt lengur, sko. Hérna er þessi Sarah Young sem var ráðinn ritstjóri hjá New York Times, sem er nú einn af þessum fjölmellum sem virðist vera stýrt af einhverjum annarlegum öflum. Hérna er hún að tala hvítt fólk, sko. Og hérna gerir Owens það sama einhverja aðra hópa, ég ætla nú ekki einu sinni að nefna, bara svona til að testa, og hún var bönnuð umsvifalaust. Þessi hérna hins vegar var aldrei bönnuð. Þannig að hata okkur hvíta virðist vera bara allt í góðu lagi, sko. Þetta er hreint þetta er hrein hatursumræða sem er leið á þessum fjölmiðlum. Og hérna lifa underground. Þannig að þessi trúarhópur, þessi global warming, hvaða bull kemur frá þessum hópi næst, er engin takmörk sett. Og þeir leyfa svona hluti.
Þeir leyfa þetta. Þetta er allt saman leyfilegt, sko. Og hérna eru verið að setja leiksýningar þar sem er verið að leika morð á forseta Bandaríkjanna. Þetta er allt saman í góðu lagi. Og þannig þið sjáið þessar ásakanir hérna að þeim hafi borist lífslátshótanir frá samsæriskenningahópum sem Facebook veitir hljómgrunn. En hvað með að veita þessu hljómgrunn sem er í raun? Sko, Alex Jones hefur aldrei per se lagt til einhverjar ofsóknir eða eitthvað gegn þessum kræsisleikurum. Hann er bara einfaldlega að greina frá hlutum eins og hann sér þá. Ég reyndar á því að sko, hann flokkar sig sem fréttamiðil eða fréttir. Það geri ég til dæmis ekki. Ég er bara flokkaður sem entertainment. Ég flokka mig sem entertainment. Og fjalla hugmyndir og heimspeki og alls konar pælingar og svona heiminn eins og ég sé hann bara. Og ég hef hvatt alla til þess að fyrsta lagi ekki vera að horfa á þetta hérna ef það er eitthvað viðkvæmur fyrir því sem ég er að segja eða líkar ekki við mig eða eitthvað, þá er allt í góðu lagi. Og ég hef náttúrulega hvatt fólk til þess að kanna hlutina sjálft. En þetta er normaliserað. Og núna eru til dæmis fólk sem er transgender sem að sem að veit ekki alveg hvað það er. Eða það er óbúslega ruglingslegt fólk svona. Það er farið að bara mæta í skólastofur og kenna sitt fíneri, sko. Þannig að það er alveg ljóst að það er verið að þetta eru rosaleg psyop sem er í gangi. Og það veldur áhyggjum hvað stór hópur af fólki er í þessari vitleysu. Það veldur sannarlega áhyggjum. En það til dæmis eftir því að þótt að ég hafi verið kallaður Alex Jones Íslands og hafi nú verið flokkaður samsæringur Íslands, reyndar flokkaði ég með það sjálfur, að það er ekki fjölmiðlar hringi mig eða neitt, ekki neitt. Og fjölmiðlar geta sett sig í samband við mig í gegnum Facebookina mína eða íslenska númerið mitt 546 3433 ef að þið viljið tala við mig, eða norska númerið mitt 4725 7450 með +47 fyrir framan. Að það er mjög markvisst ég er markvisst sniðgenginn af íslensku fjölmiðlunum. Þeir þola bara eina pólitíska línu, sko. Og þannig að þetta er bara sturlað, sko. Þetta er algjörlega fullkomlega sturlað dæmi, sko.
Og, hvað held ég að gerist næst í þessu? Ég held að ég gæti trúað því að þessi yfirteknir núna. Annaðhvort það er nú erum við á ákveðnum vegamótum, sko. Annaðhvort annaðhvort verður farin þessi leið að öllum það verður bara lokað rásum fram og til baka og eða það verður gripið inn í. Hérna er Zero Hedge, hvað eru þeir að segja með það? Alltaf að tékka á Zero Hedge. Það er alltaf best. Og community standards er svona svipað og YouTube væri kristinn. Það væru kristnir sem að myndu reka þessar síður, þessa starfsemi og all umræða sem ekki fellur inn í guðspjöllin væru violation of community standard. Og þeir vísa á það hérna sjálfir. Þetta er einfaldlega ekki satt. Dehumanizing language sem er transgender. Það er sem sagt fólk sem hefur tapað tengslum við raunveruleikann. Múslimar, ég meina Alex Jones hefur náttúrulega verið mikill síónista áróðurs plebbi, sko. En ég meina flest fólk með heilasellur leiðir það hjá sér eða heyrir þegar hann er bara að bulla. Eða sem sagt það er ljóst að hann er á móti múslimum, sko. En hann hefur ekkert ég meina fjölmiðlarnir sem að klöppuðu upp árásir á múslimsk lönd eru í raun miklu verri. Þetta er svona að benda svo má bæta benda hana verra. Sko immigrants er náttúrulega svakalegt vandamál. Það sem verið bara að sprengja fólk og hrekja það frá heimili sínu, sko. Og í raun skiptir engu máli, veist, hann hefur ekki verið að glorify violence. Ég hef ekkert frekar en hver annar. Og þetta er bara algjör steypa, sko. Sko þegar ég til dæmis skráði mig á YouTube sem dæmi, þá las ég skilmálana. Og þeir eru bara svona fljótandi. Það er bara eitthvað svona geðþótta eitthvað sem þeim bara sem að reka þessa starfsemi, bara eitthvað sem þeim líkar illa við. Hentar þeim ekki pólitískt, þá er það bara allt í einu orðið vandamál gagnvart community standards. Og til dæmis þetta vídeó sem var flaggað hjá mér á Scandinavian Report, ég einu sinni nenni ekki að svara því. Það var bara fuck you. Og svo fékk ég eitthvað núna hjá Facebook, eitthvað svona spam, ég var að spamma eitthvað. Og og ég sagði bara nei, ég er ekkert að spamma neitt, ég er bara að deila eða gera það sem ég er að gera.
og, og það svo kom eitthvað hérna vinsamlega að segja okkur hvað þér finnst þessa athugasemd sem við gerðum og ég sagði bara vinsamlega hættið og ofsækja skoðanir mínar. Og svo kom eitthvað bara, já, við erum búin að skoða þetta var allt í lagi, fyrirgefðu og eitthvað bla bla bla, veist, bara fuck you, sko. Veist, það er bara, veist, ef enginn hefur ef að fólk er að tala einhverja steypu, þá bara nennir enginn að horfa á það. Sko, Alex Jones, rásirnar hans eru með sirka 1,5 billion views og 2,4 áskrifendur. Þannig að bara, þetta er bara eins og ef maður horfir á sjónvarp og það bara, veist, einhver flippar á milli rásana og svo er einhver bara bíómynd sem að þér finnst bara hundleiðileg. Það bara flippar yfir á næstu rás eða slekkur á sjónvarpinu. Þú veist, ferð að hringja í framleiðanda bíómynd. Já, þú veist að framleiða umulega bíómynd og ferð að hringir í sjónvarpsstöðina sem er að birta þessa mynd. Já, þið verið bara deplattforma þetta stúdíó, sko. Þið verið bara deplattforma hérna 20 Fox eða hérna Columbia Pictures eða eitthvað, veist, þau eru bara deplattforma þá. Nú af hverju? Já, þeir voru með mynd hérna bara sem að mér líkar ekki. Já, bara getur ekki slökkt á sjónvarpinu eða farið yfir á eitthvað aðra rás. Nei, það er bara deplattforma þetta. Veist, þetta er umræða. Þetta er bara rugl. Og þetta er líka á Íslandi. Veist, ég menna Vísir til dæmis sem er nú sennilega einn af stærstu fjölmiðlum landsins, þeir eru alltaf að böggast í mínum kommentum. Þeir eru að shadowbanna mig og eyða kommentunum mínum og eru bara með alls konar stæla. Og veist, og láta mig ekkert vita. Þeir hafa aldrei tilkynnt mér það formlega að ég sé shadowbannaður. Og þetta lið er bara fullkomlega siðlaust, siðblind og finnst það bara flott. Sem er náttúrulega eðli sjúkdómsins. Sérðu ekki hvað þú ert að gera. Hérna líka dreifði tvíburaturnana 2001. Ég meina það er bara full sannað að það var bara sviðsettur atburður og þessar 3 byggingar voru sprengdar niður með anthrax. Nei, með termite. Það er bara sannað. Það er dansku prófessor í Danmörku sem er Niels Herrit sem kom nú í heimsókn til Íslands og enginn vildi tala við hann. Að hann hefur bara einfaldlega sannað það vísindalega að þetta sprengiefni var notað, termite. Þannig að sá einhvers staðar í netheimum sá því kasta fram að Ísrael sé að biðja síonistan er að biðja Bandaríkjunum að venda þá gegn ákærum út af stríðsglæpum. Málið er að þessi síóniski frímúrara military industrial complex NATO og co-vitleysa er öll að brotna upp og þetta lið mun allt saman lenda fyrir dómstóli ákært fyrir stríðsglæpi. Og sennilega þar með talið nokkuð margir ráðamenn á Íslandi. Bæði bara í allri valdstjórninni. Og það virðist vera enda spilið. Og það verður spennandi að sjá atburði næstu daga tengt þessum atburðum. Og það verður fróðlegt að sjá hina miklu þögn sem að Pétur Axelsson og Frelsi TV mun verða fyrir. Takið eftir íslensku fjölmiðlum.
bara skoðið þá, hvernig þeir bregðast við þessu sem að gerast og áróður spullinu sem rennur út raskatið á þeim. En allavega, takk fyrir komuna. Ég er heima við þessa vikuna og sennilega næstu. Þannig að það getur meira að segja verið að það kom eitthvað meira í framtíðinni. Hvað er þetta? Já, þetta er kapallinn. En allavega, takk fyrir komuna. Endilega styðjið starfsemi Frelsi TV ef þið getið. Sérstaklega ef að ég næ þannig dreifingu að ég get lifað á þessu að vera hér og analysera fréttir, þá aukast gæðin í samræmi við það. Og nú er einhverjir útlendingar að tjá sig hérna. Allavega, takk fyrir komuna. Verið sæl.